Gyðjan mikla, Freyja með Brísingamenn. Ó, þessar gyðjur, fylla mann guðlegri ró. Ég alveg rófullur, ég bliknaður og blikna í róbleikju. Gyðjan mikla, himinn, fólkvangur, Danú, bógmaður, Sagittarius. Dýrarhings 9. stjörnumerkið, reikistjarna, Freyja, Venus, Sjúkra. Brísingamenn, mannkinn, hið bjartasta skapað á jörðu hér, Freyja gætir okkar vel. Gyðjurnar eru verðandi náttúran, þær eru á skærasta, kraftmesta og innsta sviði sköpunar. Má vera að við sjáum ekki og gyðjurnar séu í myrkri frá okkur séðar, en eitt er víst, ef við sjáum þær ekki, að við mennirnir erum í myrkri frá þeim séðir. Gyðjana óendanleg orka og vitsmunir gera sköpunarverki mögulegt. Gyðjan er á mjög fíngerðu sviði og þar með eykst orka hennar sí og æ. Gyðjan dvelur í okkur mönnunum á mörkum ginnungagaps og skapaðar náttúru. Hún lýsir í veröld og hún lýsir í hið óskapaða. Hún er það ljós sem gerur okkur kleift að sjá í veröld og sjá það sem veröld er í raun, ginnungagap. Venus úr ægi, Freyja Njarðardóttir Fróða, Nerþus og Afrodíta. Afros á grísku er Fróða, stíga upp úr hafinu. Valkyrjan er jafngömul mannkyninu. Hún er seiður sá að laða huga mannana í hnitbjörg gullaðar, smjúum inn í ormslíki, fljúum út í arnarhami. Valkyrjan þjónar vitund. Við þurfum að nota rætur okkar til að sjúga upp næringu úr brunnunum 3. Til þess þurfum við að vera menn. Við erum fædd til að bergja á víni valföðurs flæði alheimsins. Það gerum við í glaðheimum vitundar. Ausum lífsflæði úr ginnungagapi inn í lífið. Jesús segir okkur að eitt sé mönnum nauðsyn, það er þetta. Uppljómaðir menn segja okkur til hvers við fæðumst og lifum. Grey, úlfarnir í goðsögnum, fá kjöt eitt, það er dauðlegan einnota kroppin okkar. Við þurfum að vita hvar við finnum ódáinsfæðu guðana. Iðun okkar veit það, hún er gyðjan sem færir vín valföðurs til mannana. Í líkingamáli tölum við að eiga sér rætur í menningu, að menn blómstri í starfi, að menn beri ekki barr sitt eftir missi. Við erum svotan manntré í okkur. Og við vitum vel að án vökvunar deyr þetta græna, grær ekki. Gróa kann galdra góða, til þess að við visnum ekki, gróum, berum gró. Hún vill ekki að okkur verði sem visnum kvisti á glækastað. Gyðjur vilja að við lifum gæfu og gnótt. Til þess verður að vera friður. Til þess að friður sé verða mennirnir að hafa innri frið. Hann er til staðar í vitund mannana. Gnótt orku, gnótt kyrðar, hér er friðurinn, hérðan kemur hann út í veröld. Ginnungagap vitund er orka og kyrð, óendanlegt iðandi innan sjálfsín. Sjá Grímnismál Einars Pálssonar. Nú er það svo að Sagittarius bógmaður, Danú, hið 9. húsi dýrarhing, er fólkvangur Freyju. Á við örlög okkar gæfu, trúabrögð, réttlætiskend, andleg verðmæti, heimspeki, æðstumentun, það að öðlast nauðsynjar á auðveldan hátt, gnægtir og einnig föðurhlutverkið í heimi hér. Víst er að friður er nauðsyn í heimi hér, hann skulum við gjöra. Það er á valdi mannana, þeir heyja frið. Danú, sanskrit bogi, sama orðabogi bugða bogið á íslensku. Danúr vit er tækni til að vera ósigrandi og eignast engan óvinn. Þetta er það sem sönn hernaðarlist gengur út á, að eignast engan óvinn. Ævafort þekking úr vetum. Slíkt gerir þjóð með fullkomnu samræmi í þjóðarvitund sinni. Fullkomið samræmi í þjóðarvitund er gert með að nýsast niður. Og koma fullkomnu samræmi ginnungagaps í heila og hugsun hvers einstaklings. Rán ægis sé í mönnunum. Mennirnir eru sér rætur sem ná næringun upp í jarðlíf,
Þá lifir rán í okkur. Lítið þarf að gera, en þó pínu lítið. Læra auðvelda náttúrulega tækni til þess að hnýsast niður og stunda iðulega. Annars erum við eins og svangur maður sem á brauð en nennir ekki fá sér. Lati Geir á Lækjabakka lá það til hann dó. Vildi hann ekki vatnið smakka var hann þyrstu þó. Við getum sagt að gyðjan sé móðurhlutverk sköpunarinnar. Hún þrunguva. Hún paraprakriti æðri náttúra, vitsmuni náttúrunnar. Skapandi hugmynd að prakriti, náttúru, innan Purusha, Ginnungagaps. Purusha hefur ætíð verið sá kraftur og svo kyrrð sem stjórnar heiminum og mun ætíð vera svo. Veraldir koma og veraldir hverfa, en Ginnungagap eilífðin. Gyðjan mikla framkvæmdasviðið, sköpunarkrafturinn í verki, Devi Shakti. Í Ginnungagapi eru Óðimilivjei, ferlið, þekkingarleit innan vitundar. Ekki hægt að skapa kraft Ginnungagaps, hann aðeins Ekki eyðist orka þess hið minnsta þótt Freyja skapi alheima. Eilífðin sívökul, orkuhlaðin kyrð, fullkomin regla, allir möguleikar, nærandi. Kraftur og kyrð eru ekki andstæður hér, heldur eru í eind og vinna saman. Gapið hverfist innan sjálfsín, iðandi orka og kyrð, möguleikar allarar sköpunar. Ginnungagap óumbreytanlegt, breytist ekki við að við sköpum okkur úr því veröld. Óðin vili ég gengur tilbaka, véri vili Óðin. Ferlið má ekki detta úr tengslum við þekkinguna sem þeir leita. Þekkingin innan Ginnungagaps vitundar og við erum hún. En sköpun okkar þarfnast gyðjunar. Hvað hún þessi mikla gyðja í okkur? Við getum ekki ímyndað okkur orku hennar sem vex og vex. Dr. John Hagelin segir skammta eðlisfræði á ensku The boiling space of time geometry, a bubbling cauldron. Án hennar ekki sköpunarferlið og þess vegna eru Óðimilivjei og Freyja í samvinnu við þetta heimsins mikla mál. Freyja froðan. Hvað þessi froða, þessi vellandi ógnarkraftur á ógnarfíngerðu sviði? Hún tímarúmsfroðan, á ensku time space foam frothing, bubbling. Og hvað nú það? Vitsmunir náttúrunnar. John Hagelin, heimsmesti eðlisfræðingur, útskýrir froðuna og ormagöng Óðins. Ormagöngin okkar, sem þvers og kruss, teiknuð hér inná, þverskurður. Froðan vellandi, stundum poppar hún upp í sköpun, alheim, náttúru. Vellandi, 1000 milljón sinnum kraftmeiri en kjarnorkusprengja. Hún óendalegu kraftur túns, dynamis, á fíngerðustu sviðum á mörgum alheims og gaps. Hún útskýrð á sviði skammtaeðlisfræði, ensku quantum physics. Á þessari bláu mynd, blaðsíðu 8, þar sem ormagöng bölverks teiknuð inn á Freyjuna, sést rati, ródent, nagdýr, ratar og borar. Við bregðum okkur í ormslíki, smjúum. Svona auðveldir hverju manni að komast til gunnlaðar. Smjúum inn í gegnum vellandi froðu sköpun gyðjunar. Inn í svið einskis tíma, einskis rúms, engra átta, einskis skapaðs. Þar öll þekking. Þekkingin innbyggð í iðandi Ginnungagap. Þar býr þursamær. Þar hittum við fyrir þessa aðlaðandi þursamæ, ekki gyðju. Auðvitað þetta aðeins vísindi. Hún geymir mjöðin forna dýra. Hnitbjörg innan okkar. Við þurfum að gera pínulítið, ekki bíða eftir að þekkingunni rigni yfir okkur utanfrá, því þekkingin í vitund, innra. Leitið á réttum stað og þér munu finna. Svona legkonu, móðurlífið, ef við teiknum það eftir anatómíubókum handa læknanemum. Sköldur Freyju Hildi svíni? Skildi hann vera hér kominn? Svínið frjósemi tákn. Við veljum, ákveðum, að fæðast úr helju okkar. Í vari, skildi varin, vel hulin, eftir getnað, frjókun, þar til við getum andað ein. Börnin vel geymd hjá móðurinni meðan enn þau óhörnuð, þeim skildi hlíft. Vár, hjúskapargirja, vár líklega skilt væring. Í nálægð við Ginnungagap hugur kyrrastur, þar eyðast væringjar, væra, víra, hetja. Smjúum við eftir vill úr helju ormagöngin til að fæðast.
Þá ættum við jafn auðveldlega að geta sóað okkur yðurlega. Ekkert okkur eiginlegra. Við getum ferðast fram og tilbaka sem okkur listir. Ormslíkið til þessa smjúandis skreps hið besta þing. Gyðjan lýsir hið innra og hún lýsir hið ytra. Hún sköpunar orka. Í henni búa fullkomnu vitsmunir náttúrunar. Gyðjan spannar allt í heimi mannana og beinir því með sinni birtu í uppruna alls eind. Við finnum gyðjuna á björtum tímum í veröld, en skiljum ekki á myrkum öldum. Mér datt í hug þegar Díana prinsessa var jörðuð í London, hvort uppsöfnuð gyðjuskorts einkenni vegna árþúsunda gyðjubanns væru að springa út. Gyðjan þátturinn sem tengir hið óskapaða og hið skapaða. Fíngerð og kraftmikil hún. Hún drifkrafturinn í tilverun okkar. Án hennar ekki sköpunarferli. Hún ægikraftur náttúrunar, alheimsins. Án gyðjunar getum við ekki skapa líf í heimi. Hún bullandi froðan sem verður alheimar. Á þessu sviði tilverun hrikalega miklir kraftar. Þeir koma úr kyrðinni sívökulu. Við megum ekki láta persónugervinga kippa okkur upp á sýnilegt yfirborð. Menn sjá yfirborðið, skapaða veröld, vita ekki að veröld þeirra eigin skapnaður úr eintómum gúmmi og imi. Menn vita eftir vill ekki að þeir ginnungagab og þannig íbúi í kroppnum sínum sem þeir skapa með hugsunum sínum. En nöfn kraftana á táknmálinu hafa merkingu sem skilst þeim sem vilja skilja. Gætum okkar á ólæsi og bókstafstrú. Gyðjan ber ótal nöfn, hún iðilfríð og föl, hefur ótal hlutverk, móðirinn vikla, gnótt og hamingja, nýtt líf, vöxtur og viðgangur, líkamlegur og andlegur þroski mannana. Sjöfn, ástargyðja, nafnið líklega frá Sínívati, sem nafn frjósemigyðju. Af sjafnarnafni sjafni, ástmögur. Nanna mánagyðja. Og þetta þungamilda inn í orðinu í mörgum mánanöfnum, Chandra, Luna, Máni, Tungl, Mún. Róar þjóðvitni okkar máttlausan í glingurbransanum. Kyrrð, friður, andstæðan við óeirðir og eirðarleysi. Hún heilbrigði þess manns sem kyrrðina lifir. Hlífð, náð, friður. Nafn hennar af Idayate, sanskrit, velvirt, heiðruð, lofsungin, dýrkuð, Ile Ida. Hnoss dóttir Freyju okkar gersemi, virðum hana vel. Iðun iðkun þess að nýsa niður, samsviðstaknina sem virkar, gefur ódáins fæðu, svo við verðum öll bragi. Við, bragi, Bradget, alsjáandi skáld, ljómandi, skínandi bjartur, ágætur. Svo og Syn, Sif, Ester. Nýverið bætist við Marja Mey, Miriam, hlýðin og undirgefin mennsk kona, Guðsmóðir, talin vera skrifið í Róm árhundruðum eftir 0. Sól, gyðja uppljómunar. Rindur, mjög sennilega himingyðja, svo sem vefur, nafnið af Varúna. Hörgur hennar gæti heiti Rindarvé. Hún móðir Vála Óðinssonar, Vals morguns, tákns upphafs birtutíðar í ferlum stórum og smám, upprisu ljós, upprisu sólguða. Gefn talið vera nafn Freyju, gáfa, gift, gjöf, gæfa, göfug. Hlín, nafn Friggjar, svo við höllum okkur að. Gefjun gefjón, hinn auðuga gjöfula, móðir svo fjölnýta fold. Gyðjurnar framkvæmda glaðar. Það geta nú kærleika líka verið. Gyðjan holdi klædd. En stúlkur ættu að uppljómast. Best væri að atorka mæðrana beindist að kenna börnunum að nýsa niður. Segja börnunum til hvers þau fæðast. Það fagurt hlutverk að stuðla að þróun mannveru. Segja þeim að markmið lífs á jörðu sé að verða einherji í valöllu. Og þá munu þau áreynslulaust lifa allt það sem Jesús kennir, elskar sjálfkrafa. Þá sjá þau að allir ginnungagab, að ekkert annað Í sumum okkur óskiljanlegum menningarheimum konan aðeins til að eiga börn, eign Karls eins og asni hans og hús hans og það allt hans, karli undirgefin.
Það fjarri kenningum Jesú og allra annara uppljómaðra manna. Kristnar konur brölta í snöru patriarkís með minnumáttakend eftir aldalanga kúgun. Berjast fyrir viðurkenningu á sér sem mannveru. Slík innprentunin að þær eru skoðana fjötraðar. Slík þessi svokallað höfuð synd patriarkísins sem kvenguðfræðingar nefna svo. Konan ætti að nota sköpunarkraft sinn til þess sem þörf alls mannkins. Gyðjan sköpun. Börnin þurfa þekkinguna til að uppljómast. Menning og siðir þróast með þjóð á hennar stað, með þeim náttúrulögmálum sem þar eru og hentar ekki öðrum þjóðum sem eiga sína siði á sínum stað, í flæði með náttúrulögmálum á þeim stað. Talað tilbúin kerfi aðflutt sem þróuð trúabrögð eða jafnvel ranglega nefnt nýi siður, þótt það sé alls ekki siður heldur veldi, valdastofnun. Eigin siður þjóðarinnar í framhaldi stimplaður frumstæð trúabrögð. Svona nöfn og uppnefni breyta engum kjarnan, en slá eftir vill ríki í augu karla og kvenna. Að auki orðið trúarbrögð einhvers konar nýyrði. Þegar Kalíjúga eru ráðandi og ríkjandi menn á lágum vitundastigum. Það vitundarþroski mannana sem skiptir öllu máli á hverjum tíma. En menn, við, fæðast nú samt til sinnar skuldar, á stað og á tímum, sem afleiðing þeirra, okkar, gleymdrar urðar. Allir þurfa að afgreiða sína skuld. Alltaf ofbeldi spurning þroskastig. Þetta plakat frá æskulís og tónstundaraði. Á myrkum öldum oftast enginn til að segja okkur til hvers við lifum. Orði Jesú eru oft misskilin og misnotuð í allt annað og þver öfugt við það sem hann að segja. Menn geta verið ósjáandi á nauðsyn þess að draga upp næringu úr ginnungakapi. Menn geta verið ósjáandi á nauðsyn þess að þróast í Valhöll. Menn leita hamingjunar á raungum stöðum, þarna úti en ekki hér inni. 180 gráðu skekkja. Sumir jafnvel eldheitir á sviði átrúnaðar, hugsana, tilbeiðslu, tilfinningahita, en skilja ekki til hvers þeir lifa, kunna ekki að þróast, þekkja ekki gyðjuna. Aldir koma og aldir fara. Áður fyrir 1000 ára var tærari menning á jörðu hér og nú finnst hún á ný. Hélt patriarkið virkilega að þeir getu pressað niður sköpunarfroðuna? Hún mörg miljón sinnum kraftmeiri en kjarnorkusprengja. Var fáfræðin svo mikil að þeir rugluðu krafti Púrusa saman við völd karla? Eða var hernaðarsnildin slík að menn blinduðust? En eiga margir menn, til dæmis rithöfundar, eftir að fatta að Yin-yang og Púrusa Prakriti og Óðinn og Freyja og ýmsir kraftar persónugerðir ekki karlar og kerlingar, heldur allt annað og dýpra. Kraftar ógnar miklir, kannski óskapaðir sem vinna saman. Sumar konur svo fastar í patriarkíunu að þær vita þetta ekki, skilja þetta ekki. Oft gripið til persónugerfinga, Óðinn Frigg, Iðunn Bragi, Óður Freyja, Miriam, mennsk stúlka í eyðimörkinni og Rómarveldis guð sem barnaði hana forspurða. Sama tákmálið og að Freyr sendir geisla sinn til mennskara stúlku til að benda henni á hið guðlega sem vantar í mannkynsins líf. Benda henni á afleiðingar þess að mannkyn þróast ekki, hrím þursa. Munurinn aðeins sá að norrænir menn eiga gerði sem segir nei takk. Norræna sögupersonan þarf að skilja í hvað stefnir í guðlausu efnisheims lífi mannkyns, áður en hún ætlar að láta tilleiðast að læra að nísast niður í lokkfara lund. Hinn útgáfan, miklu yngri, í patriarkís stíl, í lagi að guð barni stúlku. Skoðun konunnar ekki með. Hún á að vera undirgefni ofurseld, bara takk guð. Persónugervingar auðvitað villandi tákmál. Útskýrir enga veginn fyrir þeim ólæsu bókstafstrúamönnum sem sjá ekki launsögn. En allar heimsins sögur sólguð útskýra hvers vegna sagnfræði Rómaveldis virkar. Seifur í nautslíki svamm með Evrópu frá Fönikíu til Krítar á baki sér. Hún var ekki hrædd, hún fór með nautinu. Mennsk stúlka borin yfir hafið af guði. Evrópa á að vera falleg, ekki syndug, ekki í hernaði, ekki í drápi. Ekki minna frjáls en Evrópa dóttir Agenors sem heillast af því guðlega. Evrópa, mennska stúlkan sú, sem fylgir eigin háleitum og spennandi löngunum.
Slíkt var myrkur hinna myrku alda að engu líkara en tekist hafi innprenta að konur, mæður mannana, móðir jörð og móðir náttúra eigi að þjást, að sú hinn fjölnýta fold sé til að nýta svo að blæði, að dýrmerkurna séu handa mönnum til að deyða, að náttúran sé til að níðast á, að patriarkið sé það sem Guð vill, hvers konar manna Guð vill það? Kalíjúga svona? Héldu menn virkilega að þeir gætu haldið gyðju sköpunar niðri? Veröld væri alls ekki til ánleinar, engin náttúra, engir alheimar. Auðvitað höfðu þeir ekki hugmynd mikilleik hennar og auðvitað vissu þeir ekki bölverks einföldu leið í tímarúmsleysið, ginnungagap, ormagöngin, ensku wormholes, sem eru hverju manni greiðfær og auðveld leið. Forni siður Evrópumanna var misnotaður, yfirborðið notað en inntaki breytt. Hugtökum og hugmyndum Evrópubúa var turnað upp á guðveldi, sem var jafnvel kallað nýji siður. Þótt siður þýði þver öfugt við valdakerfi, sé algjör andstæða valda. Menn voru látnir gleyma gyðjunni miklu. Aðeins Miriam, sem hlýddi rómarguði, var leyfð, patriarkið réði. Nú það svo að mannkynssagan mikil skáldskapur á köflum, stórum köflum. Ekki nokkuð leið að vita hvað satt og hvar hallað réttu máli í pólitískum tilgangi. Þess vegna best að trúa sem minnstu. Valdagræðgi fær menn til að ræja aðra. Eru ærumeiðandi sögur víkinga uppspunni. Til eru norrænar söguleiðréttingabækur. Margir segja að víkingarnir hafi verið að stela tilbaka því sem í klaustrónum var, stolnu frá þeim. Þar kerfi eru veraldleg og gæði kerfana fara eftir gæðu mannana sem búa þau til, sem eru ekki mikil á myrkum öldum heimsins, þurfum við að skilja að menn sáu í valdatækinu tækifærið sín til valda og peninga og þótti tæki gott. Búnir að koma ár sinni vel fyrir borð peningalega séð, svo að það hentar sumum enn í dag að viðhalda kerfum eigin hagsmuna sinna vegna. En brátt verða þau tímaskekkja, mannkynssaga gleymd og grafin. Þar sannleikurinn getur aldrei dáið hversu myrkar sem aldir gerast, gera margir eins og Þorgeir ljósvetningagoði, bjarga mannslífum með því að hugsa að kerfi koma og fara, heimsveldi koma og fara, yfirráð koma og fara, myrkir tímar koma og fara. Óskynsamlegt sé að berjast við vopnað ofurefli til síðasta manns og skilja konur og börn eftir í heimi hér án manna þeirra, barnanna feðra. Við bættum víst bara einhverju við fjölgiðið okkar, nöfnum Guða. Við héldum alla tíð áfram að varðveita menningararfin, lengi vel framan af í munnlegri geymd. Síðar voru kvæðin rituð með rúnum, en rúnabókmenntir voru eyðilagðar. Gotneska letur var búið til að brúa bilið milli rúna og latínuleturs. Það var liður í að myrða rúnaletrið og málamiðlun til að blíðka þá sem ekki vildu letur Rómaveldisins, latínuletrið, ef marka má söguna þessa. Fyrir nokkrum árum stór og kraftalegur íslenskur sjóari á ferð suður í Evrópu, fer með samferðamönnum sínum að skoða kirkju. Þar inni eru skupluklæddar konur að láta logandi kerti við fótskur Maríu meyjar. Konunum þykir betra að tala við Maríu en Guð, hún einhvern veginn mildari. Sjóarinn okkar, stór hendur, tekur kerti, kveikir á og leggur við fótskur líkneskisins. Undrandi spyrja hinir hvort hann sé kaþólskur, þetta María mey. Hann svarar, sama mér hvað þeir kalla hana, Freyja það. Ljósarð María eftir íslenska listakonu, Ester, germönsku vorgyðja, fyrirmynd Maríu. Gyðjuna stolt var auðvitað ekki hægt að deyða meðal norrænna manna. Hvert einasta víf gyðjan mikla holdi klædd. Sumir segja orðið konungur sé af kona, kannski bara í gamni. Konungur sé sá sem sitji í vagninum með konunni. Skyndir að skoklum. Hér okkar gullinherða að blessa akurinn, Sif uppskerunar gyðja. Fræið þarf að dafna að vori og uppskeran verði góð. Til þess þurfa menn að sóast iðla.
Okkar innri kraftur, Þór, Óðinsbur og jarðar, ekill uppskerugyðjunar okkar. Þegar mennirnir nýsast niður iðla, verður náttúran blíð. Regnið kemur á réttum tíma. Náttúran sömu gæða og mennirnir. Kona sem tala við blómin sín kann þetta gróskumál. Hún gelur þann galdur sem gróa kann. Rétta gúngnistíðni handa lífinu í hennu græna sem gróir. Friður og matur handa börnunum og þekkingin mikla handa þeim líka. Vitundarvísindi forfeðra okkar, Freyja, Froða, Afrodíta, Afros, Froða, Venus, Nerþus, koma úr hafinu. Hafið ginnungagap, Freyja skapar alheima.